Jæja, þá ætlum ég að fara að líma balsaskinn á frauðplaststangina og sjáum hérna hvað við þurfum að nota. Hérna er ég búinn að hafa til skinn, það er að segja ég skar til 3 ræmur af balsa og límdi þær saman til þess að þær passuðu á og pússaði öðru megin og merkti síðan hinum megin að þetta væri inn. Og ég er með hérna 2 svona. Svo náttúrulega er frauðplastrængurinn sjálfur hérna. Ég er með 2 bleðla af svona byggingaplasti vegna þess að ég vil alls ekki að ytri skeljarnar af frauðplastinu límist fastar við kjarnan. Það væri alveg hræðilegt. Límið sem ég ætla að nota er þetta hérna, þetta er svona freyðilím og af því ég nota þetta freyðilím þá er sniðugt að vera með hanska. Ekki vegna þess að freyðilímið sé eitthvað hættulegt, heldur vegna þess að ef maður færi það mikið á puttana þá verða þeir svartir og það endist í marga daga. Og af því að freyðilím virkar við vatn, þá er hérna með vatnsbrúsa. Þegar ég er búinn að dreifa líminu á balsan, þá úða ég með þessu vatni til þess að fá það til þess að virka. Við skulum byrja á því að undirbúa að dreifa líminu. Þegar ég er að undirbúa að líma þetta á, þá set ég límband á skinnin vegna þess að það þarf þó nokkuð mikla krafta til þess að draga balsaskinnið við frambrúnina aðalega að kjarnanum. Það var ágætt að nota svona trefjalímband. Setja það nokkuð þétt. Bilið hérna á milli er það bil sama og frambrúnin hér. Þannig að þegar ég er búinn að snúa þessu við og bera lím á, þá get ég lagt kjarnan hérna á milli og frambrúnin verður mjög þétt af. Ég skal sýna ykkur hvernig þetta virkar. Hérna set ég þá lím, síðan fer þetta svona og ég lyfti þessu svona af. Þá næ ég alveg þéttir frambrún á beinni þegar ég legg þetta síðan í kjarnana. Nú ætla ég að dreifa líminu og það besta sem maður notar til þess, það er bara svona bútur af einhverju ónýttum krossviði. Fara í hanskana því að það verður svo ógeðslegur handanum undan þessu lími. Og svo erum að gera að nota bara nógu mikið af því.
Hérna er greinilega komið allt mikið af lími. Það var ágætt að hafa svona tissue til þess að taka við því. Þá hendi ég þessu bara. Og þá kemur kjarninn. Nú þarf ég að athuga merkinguna því að þetta þarf að koma síðan hérna ofan á. Svona. Svona. Hérna er það plastið komið á og hérna er merkingin á, hún er þarna. Það er þetta hér. Nú þarf ég að halda þessu niðri. Nú þarf þetta hérna þangað til ég Þetta þarf að sitja alveg rétt í ytra byrðinu, kjarninn þarf að sitja réttur í skeljanum. Svo það er eins gott að passa þetta dálítið vel. Svona. Svo er ég hérna með MDF plötu sem ég ætla að leggja hérna ofan á. Svona. Og gá betur hvort þetta er ekki saman eins og það á að vera. Svona. Nú ætla ég að fergja þetta meira. Og til þess er ég með alls konar svona stálklumpa. Þá geta að reyna að fergja þetta bara eins mikið maður getur. Það er engin hægt á maður að kremja neitt að sér þetta. Það er vísu hægt. Eitt svona kubbur er svona hálft kíló sko. Þannig að þetta borgar sig að vera með nóg af þessu. Nú er þetta farið að vera flott. Við skoðum hérna undir. Þá sjáum við hvernig þetta liggur saman. Hérna sjáum við hvernig límbandið heldur frambrúninni saman. Hérna liggur þetta svona. Og fargið heldur á þessu. Þetta ætti að verða beint og fínt. Það ekki? Og þeir sem ekki hafa svona stálklumpa eins og þetta, þeir geta notað tímarit
Hérna hinn vængurinn. MDF plata hérna undir til þess að hafa þetta beint og svo alveg bunki af tímaritum, mörg kíló af tímaritum. Nú þarf bara að bíða þangað til að morgun. Það tekur þó nokkuð tíma það fyrir svona líma harðna og ég vil ekki hreyfa þessa vangi fyrir en það er alveg orðið hart og það er þá bara annað kvöld sem ég kíki á þetta.